Leif Jónsdóttir, númer 13 Rebekka Rán Karlsdóttir, númer 14 Hugrún Eva Valdimarsdóttir og númer 15 Sinja Unique Brown. Þjálfari Ingi Þór og aðstoðari Baldur Þorleifsson. Það fer alltaf að vera klárt í þennan leik, 7 mínútur í leikinn og Páll Óskar er mættur í hús og mér skilst að hann eigi að vera hérna í byrjar að syngja og verður vantarlega í hálfleik líka. Það er staðið á fætur fyrir legendinu. Þurfum við að leyfa ykkur að njóta. Jæja, þetta var herra legendið Páll Óskar Járninsson. Já, hann er Snæfellingur, hann er Hólmar í dag. Já, flautadómarar 3 mínútur í þessa veislu og við verðum hérna með allan leikinn á Sport TV og á Vísi. Og það er gaman að segja fyrir því að þetta er eins og tölum við áðan að það er fyrst skipt sem að Snæfell á já, ég meina þær geta klárað þennan stóra titil í dag. Þær hafa tapað tvisvar í bikarúrslitum. Já. Og bæði skiptin fyrir liðin sem að Lili Hardy er í, Njarðvík og svo Haukar. Þannig að það er hljóta vilja að fara svara fyrir sig eitthvað núna. Já, algjörlega. Það er kominn tími hjá fyrir þær til að vinna Lili Vaxur
Já, nákvæmlega. Haukarnir náttúrulega unnu bikarúrslitaleikinn núna daginn og á móti Snæfell og þar fór Lilja Hardy á kostum með einhver 40 pluss og þá átti Snæfell fá svör við leikarnar og það er eins og segið, það er svoleiðis leikurkassi sem hún þarf að sýna hér í kvöld. Já, algjörlega. Hún þarf að mæta tilbúin og hún þarf að trúa þessu og draga íslensku stelpuna með sér og í rauninni að sjá hún trúa þessu og hún fyrir á því krafti þá verður þetta auðveldara fyrir þær og þær setja að opna skotin honni. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. Þetta er eins og segið í síðasta leik þá var gríðarleg spenna og það var hérna aukastelpurnar jöfnuðu leikinn hérna í lokamínútunum urðu rosalega spennandi og hérna í Schenker-höllinni á Söllum og ég held að það var ekki einhverja 50 sekúndur eftir, það var 70-70 og þá var það ekki Hildur Björg sem heiti Snæfell og kom í 72. Var ekki Hildur Sigurðar sem kom og... Jó, hún kláraði leikinn. Já, skoraði endvon, setti stökkskot og fekk vill á auki og setti víti ofan í. Já, nákvæmlega, einhverjar 3 sekúndur eftir og þær náðu ekki að nýta sér þessa 3 sekúndur, þessa jafnarleikinn, það var 3 staðmunur og fögnuður var gríðarlegur hjá Snæfell enda fengu þær nú fáðum á tækifæri myndir að klára á heimavelli og það er nákvæmlega það sem þær ætla að gera hér í kvöld. Þá er bara stutt í að leikur hefjist. Já, og Snæfell byrjar með samanlið að hafa verið að gera hingað til. Já. Eins og hefur sést í þessum leikjum þá er þetta Hildur Björg, Guðrún Gróa, Hildur Sigurðar og Helga sem að spila 30 pluss og svo Alda Leifs og Berglind og svo Eva Margrét sem hafa verið að koma inn og hvíla. Já, þær hafa allir staðið sig mjög vel og í rauninni virðast allir skilja sitt hlutverk í liðinu mjög vel þannig að vel skipulagt og sem er klárlega að hjálpa á þessum tímapunkti. Já, þessi leikur hafinn. Smá tæknilegur örugglega hérna, við þurfum að endurræsa allt við en nú erum við komin í loftið og það eru Snæfell sem er í eiga fyrstu sókna. Og fyrsta villan er komin. Hildur fer strax með Auði á póstinn og sér styrkleikann sinn þar á Auði þannig að hún fer strax upp og ræðir sér villu. Já. Eva. Hvað gerir Eva? Fín vörn hjá Gunnhildi. Þetta er flott vörn hjá Haugum. Gunnhildur, hvað gerir Gunnhildur? Það er skot. Nei. Rokkað sem að Snæfell á. Hildur og villa á Gunnhildi. Nei, jú. Jú, villa á Gunnhildi. Snæfell fljótur að refsa og keyra í bakið á Haugunum, þar þurfa að vera fljótur aftur. Já. Auður átti þarna 3 stiga skot, það gekk ekki eftir og Snæfell náði frákastinu. Nei, engin stig komin ennþá í þennan leik. Þetta er frábær vörn hjá Lilja Hardy. Hún fer alla leiða, hvað? Jú, villa á Guðrúnu Gróu. Já, hún var ekki búin að taka sér stöðu en... Þetta var tæpt samt. Já, Ingi stendur hérna mjög hausa. Við sjáum svo að Lilja er gríðarlega ákveðin. Já, fyrstu stiginn í hús. Það er Lilja Hardy. Það er annað vítið. Það er af, en hvað? Býtur nú við. Nei, Snæfell næði frákastinu. Það er Hildur Björg. Það er Guðrún. Og Hildur. Þetta er
Fínt spil en glæsileg vörn. En slök sending eða hvað, nei, hún er að redda þessu. Lilja Hardy kom með 3 stig, staðan 3-0. Haukarnir byrja þetta hérna að krafti og þetta er slagskot. Og Lilja Hardy, hún er gríðarlega að selja sér dýrt í kvöld. Nei, þetta er arfaslagskot. Þannig að stíða upp í rjáfur bara. Mikil barátta hérna. Sjáum að spennustigið er svolítið hátt. Snæfell reyna að keyra inn í teginn og sækja villurnar. Já, það er kannski spennustigið kannski aðeins harra í Snæfell. En Haukarnir kannski hafa engu að tapa hérna í kvöld. Já, algjörlega. Koma bara tilbúna til leiks. Já. Það eru Haukarnir sem að Gunnhildur gerir þetta glæsilega. Mjög klára hjá henni. Skorar hér 2 stig, 5-0. Við sjáum að Hildur er gríðilega fljót að henda boltanum upp kantinu og reyna þá að ná hraðaupplaupunum. Já. Það var að Hildur, hún stjórnar þessu. Skot. Spjaldi honi. Þetta var Helga Hjördís. Spjaldi honi. Ég er alveg pottur að hún kallaði spjaldi honi. Já, Ég segja það. Þetta var glæsileg karfa. Við viljum vilja einhverju meina að það hafi verið hefnistipindi fyrir þessu. Nei, við segjum að þetta hafi verið ætlunni allan tíman. Það var Lilja Hardy. Erfitt skot. En Haukarnir eiga boltann. Gott barátta með og Margrét Rósu. Ingi er byrjaður að ræða við félaga sína á flautunni. Fín vörn hjá Snæfelli hérna. Gunnhildur fer alla leið, glæsilega gert. Frábær hreyfing hjá Gunnhildi og staðan 7-3 Haukum yfir. Haukar eru mun ákveðnir núna en þeir hafa mætt í síðustu 2 leiki. Já, Gunnhildur kom með 4 stig og Lilja Hardy 3. Þetta er flott vörn þarna. Jóhanna. Haukarnir sjálfsögðu eins og segi, þær eru komnar hérna til þess að leggja allt í sölunar. Það er skot aftur. Þetta var ekki gott skot hjá henni Helgu Hjördísi. En hún hefur verið að setja sig fyrir stofunni. Hún er farin að skjóta með mun meira sjálfstraust sem hún hefur gert í deildinni núna í úrslitaseríunni. Já. Það vantar smá upp á vörninni hjá Snæfell í dag, það er alveg klárt. Það er ekki alveg búin að stilla saman strengi sinni hérna. En þetta var skot geigaði. Þá kemur Hildur og hvað? Nei, hann geiga líka. Frákast hjá Gunnhildi, en hún tapar boltanum. En það fer af Helgu Hjördísi út af. 6 mínútur eftir af fyrsta leikluta. Það er 7-3. Þetta er flott spil hjá Haukunum. Opið skot, en framhjá, frábær vörn. Fínt frákast hjá Frákast Jóhanni. segi ég. Þetta er sem skot sem Haukar fyrir að setja honi. Lili er doppeltími og hún finnur að opna mannin. Já, hérna er opið skot. En það geigar aftur. Helga Hjördís nú með. Hún fær villu, dæmd á sig. Nei, þetta er vill á Hauka. Gunnhildur kom með 2 villur. Já, Helga Hjördís er búin að reyna hérna 3 skot. Hittum fyrsta en hún geigur næstu 2. Og þá er það Íris sem að kemur inn á fyrir Gunnhildi. Grindavíkurmaðurinn Íris. Ingi ekkert farið að róta liðina þá. Það var Hildur. Nei, frákast hjá Hardy. Það eru 4 á 2 hérna. Það er villa á Hildi. Þá kemur Ingi, þá er enginn önnur en Sinja Brán á leiðin inn á. Það er gaman að sjá hvernig hún kemur. Já. Hvort hún sé orðin heil eða hvernig hún kemur þá til leik. Já, við skilst að þeir ætla einmitt að spila hana svona hægt á rólega inn. Hún fær nokkra mínútur, svo vantilega kemur hún út af. Og hún skiptir núna við Evu Margréti. Það verður fróðilegt að sjá hvað
hvað gerist hér. Þetta er flott vörn hjá Guðrúnu Gróu. Snæfell keyrir upp. Frábært spil, opið skot, beint ofan í. Hildur Björg. Það má ekki skilja hann eftir, hún setur þessi stuttu tjömbur ofan í. Já. Ára Haukarnir eru búin að byrja þetta vel hérna, fyrstu myndunar eru aðeins búin að ekki nýta skotið nógu vel. Frábær vörn þannig að Guðrúnu. Íris. Opið skot. Þristur en það fær Geigaði. Og mikil barátta og Guðrún Gróa nær boltanum. Það verður sem Snæfellingar þeir vilja þetta aðeins meira. Það er að ná öllum 50-50 boltum og... Já, það var smá skrekkur í þeim í upphafi leiks. En sá skrekkur er farinn. Talum ekki að þeir eru búin að fá Cynthia Brown inn á. Þá kannski kemur sjálfstöldum meira og núna skiptir Jóhann út af og inn á kemur Lovísa Björk. Kast Snæfell. Brown með boltan. Fyrir skot. Nei, það Geigar. Þeir eru náttúrulega ekki búin að spila einhverja 3 leiki. Núna kannski pínu rauðguð. Já, hvað? Þú spilaði held ég ekki síðasta leikinu móti Val. Nei. Ekki leik 2 heldur held ég. Nei, það var leik 3 eða getur verið. Ég er ekki alveg klár á því en þessi, það er eitthvað síðan. Já, hún geti verið aðeins rauðguð. Já, aftur Geigar skot hjá Haukamönnum. Hildur fer alla leið. Frábær hreyfing hérna hjá henni. Var að reyna að fá villuna. Náðu skotinu en boltinn fór einhvern veginn. Guðrún Gróa fær villu hérna. Hún kom með 2 villur þá. Já. Það geti verið, hún þarf að passa sig. Já, það er verið að fara. Það lítur að fara að rótra liðinu en ekki eitthvað aðeins að ekki með skot. Nei, það Geigar. Eins og segir þessi skoti verða frá honi ef þeir ætla. Og þetta er ekki nógu gott skot hjá Brown. Haukarnir keyra upp. Hardy, beint honi. 9-5. Ingi Þór vill fá skref. Já. Já. Hildur fer á póstinn, fær hann ekki. Skot, já þessi klukkukameran er eitthvað að stríða okkur, það er verið að vinna í því. Þannig að við skulum bara vera duglega að uppfæra ykkur stöðuna. 3 mínútur og 40 sekúndur eftir. Staðan 9-5. Haugum í vil. Og Haukar er í sókn. Hér er Lilja Hardy, hún fær allan tíman í heiminum hana. Hún gerir þetta skemmtilega. 11-5. Haugum í vil. Hardy komið með 7 stig? 7 stig, já. Opið skot. Opið skot, Tristur. En það Geigar. En það er framkastinu, Hildur. Guðrún. Og Brown, það þarf að koma hennar kortið. Það þarf að komast á blað. Nei, Geigar, þetta Geigar. Villa á Hildi Björn. Og Ingi er allt annað sáttu við þetta. Ódýr Villa kannski, vill ykkur meina. Íris. Það er á hans segir, það eru 2 á hann hana. Og losnar hinna. Skref. Ingi fekk það sem hann bað Skref. Já, hann er búinn að biðja með nokkra sóknir hérna. Já. Það kom loksins. Við sjáum að Haukar setja pressu á Hildi allan völlinn. Þeir ætla kannski að reyna að þreyta hann eitthvað fyrir loka átökin. Þetta var skrín hann hjá þeim. Tífi Helga. Hildur. Missi boltan en missi boltan bara át af og Haukar fá innkast. Staðan 11-5. Haugum í vil. 2:24 eftir. Það Ingi tekur. Já, það er að taka leikhlé. Já, það stefur boltan.
Hildi með skot. Erfitt Já, erfitt skot. skot. Þetta er skot sem Haukar eru ekki að leita af. Nei, þetta er nákvæmlega það sem að Snæfell er að leita. Akkurat. Vilja að hún gerir. Guðrún Gróa gerði vel, hann var hann alveg inni. Þá er það Snæfell sem að tekur lekli og hann eyðir fyrstu sekundunum í að tala við dómarann. Og við skulum fá að hlusta aðeins hvað Ingi ætlar að segja við sínar stúlkur. Basket, okay? So when we're attacking here, we're not with the ball with us. The ball is away from us. We gotta be strong when we go to the basket and look up. Their defense is collapsing. So when you penetrate in the middle, shoot us. We gotta come to the spots. Gilli! Tilbúin að skjóta, vekla sér niður, koma á! Við þurfum að fá bolta miklu meir inn í. Og svo Líli sé að dekka þig. Ha, þú rúlar. Við viljum fá þig inn í. En við erum ekkert að... Ha? Nei, hún rúlar bara. Ef það fær því með, þá rúlar þú. Bara í motioninu. Sterkt inn í steppur. Ámáttan sterk. Sækjum á körfuna. Stoppu upp. Já. Hvað kannstu lesið úr þessu? Það vilja að fá boltan inn í teig og vekla svo skotum niður. Það er að sterka með boltan. Já. Eins og ég segi, þetta er gríðarlega bara það. 2 mínútur eftir að fyrsta leikluta og staðan 11-5. Haukur vil og Hildur kemur hérna. Gríðarlega leikið með boltan og fær villuna í skoti. Og Snæfell gerir sig klára til að fá skiptingu. Alda Leif Jónsdóttir er að gera sig klára fyrir að koma inn á. Og þetta kemur Helga Hjördís. Helga Hjördís sem með 3 stig og 1 frákast. Þetta er Róni. Setna skotið. Það er Róni. Gríðarlega örugg á vítapunktinum. Hildur. Margrétur. Leikmaður búinn að spila með KR til dæmis. Já, til dæmis KR og búinn að spila fjölmarga leikir með landsliðinu. Já, hún er gríðarlega leikreind og á Íslandsmeistaratitil á baki. Já. Það verður lykilmaður hér í kvöld. Villa og hvað? Nei. Íris, það er villin á sig. 2 skot. Þetta er það nákvæmlega sem hún þurfti. Hún þarf að fá að koma boltanum ofan í. Hún fara 2 skot til þess að hitta sig upp. Fyrra frá. Og setna á henni. Fyrsta stigið komið á Brán. Já. Og spurning hvort að þetta sé það sem hún þurfti. Það var Haukar 1,5 eftir að fyrir leikluta. Frábær vörn þarna. En jú. Líli kom með 3 sóknarfrákast. Já, þetta var gríðarleg barátta hjá Líli. Hún er gríðarlega einbeitt fyrir kvöld og ætlar sér greinilega sigur og ekkert annað. Hún fær 2 skot, 8-11, Kristján Vil. Það fyrir Róni. Hún er 8 stig, 12-8, Haukum Vil. Vantar stiginn á töfluna. Fyrir Hildur. Fín vörn hjá Margrét Rósu. Góð hreyfing. Frábær hreyfing hjá henni Hildi. 12-10 staðan. Þetta er lengi að koma hérna stígunum á töfluna.
Frábær vörn hérna hjá Snæfell. 40 sekúndur eftir, skipting. Út af kemur. Hver? Jú. Gróa kemur út af. Og inn kemur Helga Hjördís. Skipting hjá Haugum líka. Jóhann aftur inn og Varði út af. gefur Lili 40 sekúndur hérna. Já, hún gríðarlega uppstemd fyrir þessa baráttu í kvöld. Ég held að sé nauðsynlegt fyrir Badda að taka hann aðeins út af og gefa henni smá bríð þegar svona rétt allavega í fyrri hálfleik þegar það ekki eins mikið sem þetta skiptir kannski. Já, þetta var Brán. Skoð klikkar, aftur klikkar. Það er Hildur núna. Það er halda boltanum. Já, þetta er ekki beint að detta hjá liðunum. Nei, og því er gríðarlega mikilvægt að ná frákvöstunum. Já, það eru sóknarfrákvöstin og varnar á sjálfsögðu sem að skipta öllu. Hvað gerist? Nei, óbærilega gert. Það er Hildi, frábær barátta. En hún steig út af. Frábær barátta hérna hjá Hildi og Brán. Boltan er ekki þetta en eins og þú segir, þessi sóknarfrákvöst. Já, dómarar leiksins. Spjalla hér við leikmenn. Ingi að sjálfsögðu spjalla líka við dómarana. Það er gaman að því. Hittur hún við, já, skot. Það er ekki honi. 10 sekúndur. Hvað Margrét Rósa gerir? Já, þessi af. 4. 2. Nei. Það gegaði. Já, staðan 12-10 í eftir fyrsta leikluta. Það er Haugum í vil. Við förum aðeins yfir stöðuna hérna, þá er það númer 4. Nei, númer 5 byrjaði Hildur Björg sem er með 4 stig. Hildur Sigurðar bara með 2 stig. Kannski ekki það sem maður geta að myndi vera að gerast. Nei. Svo er það Helga Hjördís með þrist. Hún skoraði fyrsta þriggjastaðskotunum sínu, svo var hún búin að geyja ykkur 3. Og svo er það Sindja Brá með 1 stig. Hjá Haugum, þá er það Já, Gunnhildur, hún er komið 4 stig, Lili Hardy með 8 og það eru einu sem er búin að skora, já. Já, kannski það er ekki búin að setja þriggjastaðskot ennþá, búin að taka 8 tilraunir. Þannig að það er kannski áhyggjuefni á meðan að fá opin skot að þurfa að setja honi. Já, en þú sér líka hérna frákostin í báðum liðum, þau eru hérna ansi mörg. Já. Og Hildur kom með 6 frákost og Snæfell og Lili Hardy með 5. Já, þú sérðu nú í skotnýtinguna hjá Snæfell, þeir eru með 14% bæði 2 og 3 stiga. Þannig að það er kannski ekki alveg það sem að þær vilja. Nei, nákvæmlega. Þá er annar leikluti að hefjast og það eru Haukar sem að byrja þann. Það er Lili Hardy með boltan. Sækir á Hildi. Já. Frákast. Og aftur, eða hvað? Ykkur nú við. Þetta er illa olbúan og Lili. Já, hún sparkar í andlitið á henni Öldu í leiðinni. Já, hún var í loftinu þarna, misti jafnvægið. Hún sparkaði í andlitið á henni. Ég vona að það sé ekki... Vona að það sé ekki alvarlegt. Já. Það er kannski eitthvað flóð, ekkert svoleiðis. Það er á Auður með engastið, Hardy fær boltan, það eru 2 á hana hérna. Þeir eru opinn. Já, opinn skot. Já, þarna datt það. Frábær þristur hana hjá Auði. Og staðan 15-10. Þetta er eitthvað sem maður verður að nota sér. Þarna er ekki Snæfell að gera þetta skemmtilega.
Nei, þetta var bara 2 stiga greinilega. Það er 14-10. Já. Það stíða lína. Það er annað skot. En frákast hjá Auði. Glæsilegt frákast þarna. Góð vinna á Auði Írisi hérna. Það var það Íris. Það gerir Íris. Frábær vörn þarna. 6 sekúndur eftir, Auður. Leggur boltann en fer ekki ofan í. Fín bara til Jóhannu. Frábær vörn þarna. Hvað ætlar Brán að gera? Finnur Ölduleif. Og Alda með skot. Og það er ofan í. 14-14. Þetta byrja þennan seinni hálfleik. Annan leikluta mun betur. Frábær sending. Þetta eru skot sem Haukar verða að nota. Já, þetta var aðeins svo miklu ferð þarna Íris. Og þetta bremsir sig aðeins örlítið fyrr. Þá er það skipting. Það er Alda. Alda út af Gróa inn á og Berglind kemur inn fyrir Hildi. Sömuleiðis Gunnhildur komin aftur inn og Íris út hjá Haukum. Já. Hildur. Keirir á körfuna. Að gera betur, þetta var ekki náttúrulega gott skot. Og alveg komið fram í áni hérna. Ingi segir hann lyfta boltanum aðeins herra. Já. Hildur. Hendi. Hún ætlar að ná þriðju villuna á Gróu. Já. Þarna kemur villa. Það er á Helgu Hjördísi. Já, Helga Hjördís. Já, hún er grimm að sækja á Gróu og alltaf greinilega einmitt eins og hún segir að ná hún út úr leiknum sem fyrst. Já. Það myndi hjálpa Haukum mikið í vikunum. Ingi kvartar undan skrefum hjá Líli. Já, það til að gera það jafn kvöld örugglega. Þessi fór ofan í. 15-14, Haukum við vil. En þessi Geigar býtur nú við. Og hvað? Líli heppinn að fá ekki villu þetta. Já, ég er uppkomin að haldið þetta verið villa. Frábær vörn þarna. Já, Dagbjörtu. Bara frábær vörn, Dagbjörtu kantar á boltann, vill á boltann, það fer í skotið. Líkjastega. Það fer ofan í og upp úr. Þetta var svind. Það var það Snæfellingar. Hildur með boltann. Kallar á skrínið. Líkjastega. Nei, hann Geigar, þetta er bara airból, eins og það kallast. Já. Stóri íslensku. Allar. Það vill á Brán. Já, þetta var ekki nóg gott skot hjá Hildi. Hún er ekki alveg eins og hún á að vera best. Nei. Á hellinginni hérna í þessu leik. Eins og segir, hún er komið með 2 stík. En hún er með 4 stóðsendingar og 6 fráköst, þannig að það er kannski Sjæna kemur út á og Hildi Björg inn á. Hún sagðist nú vera góð en hún kom ekki inn á fljótlega aftur. Já. Þetta er mjög jákvæmt fyrir Snæfell að hún sé að spila. Já. Og er ekki að kvarta yfir meiðslum. Þarna fær hver villu. Hildur sýnist mér. Já, Hildur villu. Lili Hardy er grimm. Davi byrður Inga Þóra aðeins að hætta þessu kvarti. Hægja á handarhreyfingum. Já. Já, þessi, hún var greinlegt að Lili Hardy er stemd hér í kvöld, en kannski ekki á vítapunktinu. Nei, hún er ekki búin að setja víti núna í. Hún ætlar sér að hún keyrir grimmt á þar og er greinlega með það, eins og sé, markmið að koma Snæfell í vittumvandræði. Já. Þetta eru dýr stig. Þetta er góð villa svo móti að sé á Snæfell. Já. Hildur, þetta er opið skot, hvað gerir núna? Nei, þetta er ekki frábært frákast. Það er villa, Gróa fær.
villuna. Sterkt frákvæmsi á Gróu og Hann með 100% nýtingu í síðust 2 leikjum í vítunum. já, Spurning hvað kynstir í kvöld. Það er skipting hjá Haugum. Jóhanna og Dagbjört út af, Lovísa og Margrét Rósa inn á. Já. Guðrún hefur bætt sig gríðarlega eins og segjum sóknarlega og hefur verið öflug hérna núna undanfarið í sóknarleikum líka. Hún er alltaf rosalega dugleg leikmaður á Gróa og greinilega bara að finna sig vel í sóknarleikum hjá Inga Þór. Hún alltaf hætti körfubolta í einhvern tíma og var að stunda kraftlyftingar. Já. En mér skilst að eftir að hafa komist á pall alþjóðlegu móti þá bara hann stundum þetta komið gott og fara að skella sér körfuboltan aftur. Já. Sterkt frákvæmsi á Líli. Einu boltinn er bara að loka körfuna. Já, hann vill ekki honni. En við sjáum að það voru 3 leikmenn að dekka Líli. Þetta er eitthvað sem hina verða að nýta sér. Já, Villa á Auði. Skipting aftur. Já. Sæna kemur inn. Þetta kemur Berglind. Já, ég var ekki Guðrún Gróa í hætti ykkur 2 ár eða? Ár. Ár, já. Ég held að sé bara á. Já, Hildur setur þetta á henni. Staðan núna 17-15, Snæfelli vinn. Hún er fjölhæfur íþróttamaður. Já. Lítur hún eina, ekki setna ekki úti. Og þá er það Hardy. Hún fer alla leið. Nei, þessi frábær barátta hérna. Já, Hardy og Haukarnir vinna boltan. Þvílík barátta hérna. Og hvað, loksins með boltinn á henni. Það hlaut að koma þessu, Gunnhildur skorar fyrir Hauka og jafnar leikinn 17-17. Þvílík barátta hann út í körfunni. Hardy ætlaði ekki að tapa þessu bolta. Hún klikkaði á auðvöldu leiðupi. Já. Hann vann boltan hérna frábærlega. Þetta er, eins og þú segir, Hildur Björg. Hún fær þessi skot, þá fer þetta onni. Hún er með mjög gott skot. 19-17, Snæfelli vinn. Gríðarleg spenna hérna. 5 mínútur eftir það. Fyrri hálfleik. Boltinn út af. Klaufaleg mistök. Já. Lilja Hardy hendi boltanum beint út af. Og það er leikhlé. Haukar taka leikhlé. Eða hvað? Jú. Já. Leikhlé. Þú maður fá að hlusta á hvað Bjarni ætlar að segja. Lovísa, tökum við 5. Ok. Hey, við verðum að fá betri vinn á þeim 5. Hver sem er að dekka hana, við verðum að yfirdekka hana eins meira, hann fá ekki svona boltan auðvitað. Og svo verðum að stíga aftur fyrir hann og tjekka hana. Ok, fylgja með. Og muna, þú sem eru gefið inn á hana, leið hún gefur, taka 1 skrið tilbaka, leið hún byrja að dribbla og byrja að hjálpa. Alltaf út og inn. Sóknistelpur. Gera fínt. Sometimes just missing on one pass on the top, you're not getting there on the weak side. Just one more pass, go pick and roll, isolation. Okay, hey, keep attacking the basket. Run, okay? Áfram Hauka! Já, þetta var kannski nauðsynlegt leikhlé fyrir Haukana aðeins að brýna á sínum leik. Já. Staðan er í öðrum leikluta, unni 9-5, Snæfelli vinn. Voru unni fyrsta leiklutan 12-10. Það er ekki mikið skorað í þessum leik. Nei, þetta geti verið svona svipað eins og fyrsta leikurinn, 50 stigum, 56 stigum. Þá er líka vítaskotu sem telja gífurlega mikið. Já, ég er mitt í svona Fín hreyfing á Hildi. skotum. Þessi skot hafa bara ekki verið að fara onni hjá Hildi og bara öllu leikmönnum. Bæði hjá Haugum og Snæfell. Þetta er klaufalegt. Önnur sóknir röð sem að missa boltan klaufalega út af. Já, Ingi kallar inn eitthvað leikkerfi. Eitthvað leikflettu. 3.
Guðrún. Sækja inn í teig á Hildi Björgu. Já. Nei. Það er ekki komað þessu honi. Það er Gunnhildur. Það var Margrét Rósa. Og Auður. Frítt skot. En hann fyrir ekki honi. Fínt frákast hjá Lovísu. Dagbjörn. Nei. Þetta er ekki þetta hér í kvöld. Það eru ekki ennþá farin að setja Tryggvi skotið og það er kannski sætta sig svolítið við þessi skot fyrir utan staðinn fyrir að sækja inn. Já, þá var það skipting. Helga Hjördís kemur út af. Já, eins og það er við heldum að þriggjastigakannan hefði komið á hann en þá voru stegin á línunum og Auður. Já. Bara trústið fyrir það. Þriggjastiga skotin ekki komið hér í dag mikið. Þetta einn karfa, frábær. Fín vörn. En þetta er ekki honi. Þetta er eins og segir slæmt að klikka á þessum skotum. Já. Bæði lið hafa verið að gera það hér í dag. Systurnar að berjast þarna, Gunnhildur og Berglind. Og það er Gunnhildur sem að fær villuna. En þriðja villa. Já. Það eru 3 ára á milli þeirra. Berglind fædd 93 og Gunnhildur 90. Hildur hlýtur að þurfa að fara að okkur stíg í hús. Hvað gerir núna? Nei, stuttur. Mjög slagt skot. Grófa fekk stutt stopp, fór út af og kemur aftur inn á núna. Já, Hildur hérna náði frákastinu hennar, steig út af og Haugar þá þetta Gunnhildur sem kemur út af og Guðrún Gróa kemur inn aftur og Helga Hjördís sem setja Íslandsmet í skiptingum held ég í fyrra leik. Það skiptaði alla leikmenn held ég einu sinni en þá var það Haugar. Fín hreyfing, sækir villuna. Já, það er vítaskot eða hvað? Jú. 2 skot. Það þurfa að vera einmitt skynsamar, bæði lið þurfa að vera svolítið skynsum og reyna að fá þessi vítaskot. Já. Á meðan þessi skot er ekki að detta henni fyrir utan. Þetta fyrir honi 19-18. Snæfelli við, 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Já, bæði honi. Bæði honi 19-19. Það stefnir allt í hörku baráttu hér á síðustu mínútu. Snæfell getur orðið Íslandsmeistari ef þeir vinna þennan leik. Haukarnir vilja fara aftur á Ásvelli. Hildur geigar enn og aftur. Hildur er komið 3 stig. Það er líhandi frábær sending. Glæsilega gert. Hildur, nei, Lovísa Björn setur þetta ofan í. Og hún er að skora sín fyrstu stig hér í kvöld. Ára Hildur. Guðrún Gróa. Hildur, opið skot, tryggja. Það fer ekki ofan í. Baráttu boltan hana, gríðarleg baráttu. Og Snæfell fær boltan. Það man nú í gamla daga þegar þetta var uppkast. Já, það er nú ekki svo langt síðan það var því að breytt. Nei. Gríðarleg stemning á pöllunum. Hér sjáum við einmitt leikmenn meistaraflokks Snæfells klæddir í hvítu, komnir til þess að styðja stelpunnar. Gott hjá þeim. Margir úr meistaraflokki Hauka líka sé ég hana. Já. Emil er mættur og fleiri. Gaman að sjá það koma og sé við baki á sínu liði. Já. Skot, Guðrún með glæsilega körfu. Hún sé svo heitast að hér í kvöld í skotunum bara. Já. Margrét Rósa, Hardy. Þessi geigar. Rákast, Hildur keyrir upp. Löng sending. Fín sending. Frábær hreyfing en glæsileg vörn þarna hjá Lovísu Björn. Og Hauka keyrir upp. Auður. Þá
er Íslandsmeistarinn á leiðin inn á. Helga Hjördís. Auður. Frábær sending. En skoti geigar. Þessi boltar að fara niður á æfingum. Þó ég ekki að fara ofan í kvöld. Hildur. Líka á í vandræðum. Villa. Óíþróttamannsleg villa. Já, það ásetningur. Það er 2 skot og... Ingi Þór ekki sáttur af því að varnarmaður fyrir bak við hana. Já. Þetta hlýtur þá að vera fórnæmiskyndandi. Leggur Inga Þór inn í boxið sitt. Já. Ingi er skipting. Og Helga Hjördís kemur inn á og Berglind út af. Já. Það hefði kannski verið fyrst skipti tvöföld tæknivilla hérna. En hann slapp við það. Já, hann er ekki sáttur. Ég vil ekki búin að setja vítis í núning, hann er 2-6, 3-7 núna. Já. Staðan 22-21, Haugum í vil, mínúta og 20 sekúndur eftir. Já, bæði á ný. Kemur það skipting hérna meginn hjá Snæfell. Eva Margrét út af og China kemur inn. Staðan 23-21, Haugum í vil og Hauga með boltan. Það er þriggja, en það geigaði hjá Margrét Rósu. Það kemur Hildur, hún þarf að keyra alla leið. Frábær sending. Þetta er villa, þetta er bara villa og Hardy, ekkert annað. Dagbjörn býðst þess að taka þessa villu en fær það ekki. Einstaklega góða mynda henni að reyna að fá þessa villu á sig. Íris er komin inn á hérna. Það er Sigurðóni. Hildur Björn. Setur niður, komið 9 stig. Og hvað, jafnar leikinn og 10 stig komin hjá Hildur Björn. Mínúta eftir af fyrri hálfleik. Staðan 23-23. Það var að Haukar. Opið skot, nei. Þetta er ekkert þetta hjá þeim. Sýttur við, uppkast. Já. Haukar er á boltan. Sóknarliðið á boltan. Í þessum tilvíkum. Sýttur við. Það er nú 12 sekúndur eftir í... Skotklukku. 22. 22 nú. Haukar, fyrir Haukarnir að stilla upp hérna í Íris. Fíns vel spilað. En þessi boltar er ekki að detta þarna. Það er alltaf að skrúast upp úr hjá þeim. Já. Það er eitthvað búið að fiffa á körnuna kannski. Nei, þetta var mjög erfitt skot. Haukarnir koma hratt upp hérna. 20 sekúndur eftir á leiknum. Lítur nú við. Allan tíman í heiminum hana, en klikka samt. Hún bara vissi ekki alveg á því hún var einn hana. 11 sekúndur. Dagbjörn, hvað gerir Dagbjörn? 5 sekúndur. Já, þetta er svolítið hættulegt. Og beint ofan í, frábærlega gert hjá Lili Hardy. Staðan 25-23 í hálfleik. Við förum aðeins yfir hérna. Það er eitthvað sekúndur eftir það? Nei. Já, ok, mér fannst eins og að liðið var að gera sig. Já, það leit þannig út. Bæði lið settust og... Það er ekkert eftir, en eins og segir. Hérna, kannski farða aðeins yfir stíginn hérna í fyrri hálfleik. Ég ætla að reyna að ná í mönnum í smá vittal.
Hildur Björg kom með 10 stig. Guðrún Gróa 4. Hildur Sigurðar með 3 stig og 9 frákast og 5 stoðsendingar. Aðrir með minna. Svo það... Jæja, Baldur, staðan 25-23. Það lítið sóknartilburði kannski í þessu leik. Hvað getið þið gert þess að laga þessu í dag leik? Já, við verðum náttúrulega að ná okkur aðeins niður á þessu spennustígi. Það hátt spennustíg. Það verður að hugsa eitthvað sem kemur leiknum ekkert við, kannski eitthvað sem hérna fyrir utan, sko, sem trufla okkur. Við verðum bara að taka okkur saman í andlitinu og leyfa leikjunum að ganga. Já, maður tók eftir því í upphafi leiks að það var eitthvað spennustígi var ekki alveg nógu gott hjá okkur en þegar það líða fór á fyrrháleikinn þá hélt samt áfram með báðum liðum að boltinn ekki almennilega að fara ofan í úr þessum skotum fyrir utan. Nei, þetta nú reyndar ágætis varnarleikur og svona fín hjálpavörn og allt það, sko. Erfitt að komast fram hjá því kannski. En við eigum að gera mun betur. Hoppa inn. En það ég segja, kannski lykillinn í þessu eru kannski vítaskotin í þessu leik í kvöld. Er það ekki kannski lykillinn að sigrinum að nýta þau? Jú, ef þetta að halda svona áfram, þá náttúrulega verður þetta bara jafnt og mjög lágt skor og þá eru vítin alveg guldsíkildi. Takk fyrir. Herra já, Ingi farinn á bara Páll Óskar. Jæja, þá erum við mætt aftur í seinni hálfleikurinn að hefjast og það 25-23 Haukum í vil og þú náður að fara aðeins yfir sigurskori hjá Snæfell á hann eða ekki? Jú. Hvernig staðan hjá Haukunum? Lili Hardy kom með 12 stig og 11 fráköst og hún hefur komið með tvöfaldar tvörni hérna strax í fyrra hálfleik. Svo Gunnhildur með 6 stig, Lofís Auður og Margrét með 2. Já, Jóhanna svo með 1. Já, Jóhanna 1 víti. En það kannski, eins og segi, það kannski stingur í hérna hvað Hildur með fá stig hérna í kvöld. Já, þannig að hún samt komið með 5 stoðsendingar þannig að hún að dreifa spilinu rosalega vel hjá þeim en hún vön að skora meira og ég vissum að hún bara taka betur á skari núna í seinni hálfleik. Hún hefur þó ekki verið að hitta nógu vel en það spurning hvort hún takir ekki seinni hálfleik. Já, og hér einmitt Hildur komið með boltann, Guðrún Gróa. Hildur Björg og Hildur Sigurðar. Hvað gerir sem það? Nei, þetta erfitt skot. Frábært frákast hjá Guðrúnu. Kom það? Nei. Lili með hann eitt frákastu. Auður. Þetta var tæpt skrefana, myndi ég segja, Margrét Rós. Fín sending. Jóhanna. Bæta við sinu 3. stigi eða komið 3 stig. Já, þetta var glæsilegt. Þetta var no-look sending hann nánast. Þetta það sem það Haukar fyrir að nýta sér. Það að tvöfalda á Lili þannig að það eitthvað sem opið. Nákvæmlega, það nákvæmlega málið.
Það þurfa að vera vakandi fyrir því. En eins og ég segi, það þurfa að nýta sig skot. Guðrún Gróa. Frábært til stig á henni. Það er bestu nýtingun hér í kvöld. Já, hún er með 100% nýtingu. Já, hún tók eitt skot inn á það reyndar. Er það? Já, það er frákastið og reyndi skotum. Já. En við skulum gefa henni 100. Það var Gunnhildur, þetta ára auðvelt karfa, já. Eitt og ný. Þarna sjáum við að Haukarnir eru farin að sækja meira. Það er hættir að, núna upp á smínum, hættir að sætta sig við þessi skot sem voru að fá fyrir utan og sækja og kikka. Gefið auðvelt stig. Þessi stig voru alltaf ekki að fara honi, þannig að auðvitað þurfti að breyta einhverju. Bjarni frá. Þristur eða? Já, þristur. Og þetta var Hildur Björg sem setti niður annan þristinn sem að Snæfell skoraði í kvöld. Haukar er ekki komin eitt þrist. Það hefur ekki verið að ganga hjá þeim í kvöld. Sækja inn á Lili. Kemur. Frábær spil. Þetta er Jóhann á að gera betur hana. Já, hún hélt að væri að koma skot. Var að gera sig klára fyrir frákastið en hún hefði átt að vera tilbúin hana. Já, var hann ekki bara að gera of mikið í einu hana? Jú. Það bara upp, bæði skjóta og grípa boltan í einu hana. Það var að Sinja. Hildur. Guðrún með þriggja. Nei, það er af. Hún er með mjög góða þryggjastæðanýtingu í þessu einvígi. Hún er með 3 skot, 2 körfur. Já. En það fór núna kannski inn að nú komið 4 tilraunir og 2 körfur, 50%. Hún hefur verið að vera að reyna einu sem tvissar í leik. Þannig að ég hugsa hún reyna ekkert aftur í dag. Þvílík barátta hérna. Fótur, myndi ég halda. Lili enda með hann. Nei, Guðrún er að passa sig hana. Flott hreyfing hérna hjá Gunnhildi. Fær sína 4. villu. Hún er ekki sátt með hana. Nei. Gunnhildur kom með 4 villur. Náttúrulega skipt út af. Myndi ég halda mjög fljótlega. Bjarni ekki sátt við þetta. Sá nú ekki almennilega hvað villan er á. Eða hvað hún ger af sér. Það er það Guðrún Gróa. Helga. Hildur. Og bara Sinja. Nei, þetta er villa á Jóhannu. Já, Hildur var hérna, vissi ekki alveg nákvæmlega hvað hann var. Þetta snúið sér ykkur að hringi hérna. Já, og sá Lili kom hann upp í loftinu á móti sér og tók hann einn auka hring. Það var 29, 28, skipting. Já, Gunnhildur sjálfsagt, hann vil Dúri sinn á. ekki halda henni of lengi inn á með 4 villur. Nei, það er slæmt ef þeir missa hann út. Og það er í rauninni mjög slæmt að vera komið 4 villur. Svona slemma. Já. Guðrún missi boltan. 2 á 1 hraðaplöpi. Auður. Þetta var öðrum. Jæja. Villa. Helga Hjördís. Það er villu. Dæmda á sig. Það er villa númer 1. Nei, 2. Hann er villa. Já. Nei, þessi er ekki hann í. Það er hana, þessi vítaskotin geta verið dýrir í kvöld. Nei. Góð barátta hérna hjá báðum liðum. Guðrún á að slá boltan út af. Hún var með 2 í tagginu hérna og vansa boltan. Eða ná að koma um boltan. Davíð búinn að gefa aðvörun á Inga Þór. Já, það er þó í seinni kantinum en oftar áður. Já. Það var margir glæsileg vörn þarna hjá Hildi Björg. Varði boltan. Guðrún. Sinja. Opið þriggja. Nei, gefur boltan. Og glæsilegur þristur hjá Helgu Hjördísi. Þetta var stórglæsilegt skot. Með því falleri sem maður séð bara.
beint ofan í. Það var Íris. Og Lili. Núna fara að leita svolítið að Lili. Já, þarna var nú. Já, 31-29. Snæfellur vinn. Sóknarvilla. Á Guðrúnu Gróu það? Nei, á Hildi Björg. Hún notar hendurnar of mikið þegar hún er að posta upp. Hún ýtir henni frá sér til að ná sér í stöðu. Sem er rauninni bara sóknarvilla. Ok. Þá veit ég að það áhverjandi góðir. Þessi fróðleikur var í búið Sigrúnar. Dosa. Nei, þetta er klaufalega gert í haugunum. Hún er að lausa hana fyrst, hún er hikað aðeins og hittir hún við. Sylvía. Guðrún missir boltan hana. Haukar vinna boltan. Keyra hratt upp. Auður er dauðafrí hérna fyrir utan. Nei. Lovísa. Stutt. Þetta er loftbolti eins og þau kalla það. Þetta á að gera betur. Það var enginn í henni allan tíman sem hún þurfti til þess að allavega heita hringinn. Það var Hildur. Sylvía. Frábær sending. Glæsileg sókn þarna hjá Snæfell. 33-29. Hildur að setja sitt 15. stig hér í kvöld. Eiga frábæran leik hérna hingað til. Það var Íris. Auður. Margrét Rósa. Það er allan leið. Gerir þetta skemmtilega en það er ekki að koma boltanum ofan í eins og hefur verið allt kvöld erfitt. Þetta er villa á Írisi vantanlega. Hildur gerir vel hana. Ingi reynir að krækja í 2 vítaskot. Það er alveg handvist að hún fá innkast. Já, hún var ekki á leiðinni í skotið. Hún ætlaði að senda boltan hana. Já, það var alveg augljóst. Leikhlé sem að haukamenn taka og við ætlum að hlusta á hvað þeir hafa að segja. We're hesitating on the passes. Okay, we gotta come back. We gotta come up and set up good screens. Go hard through it. If you're gonna pass the ball right away with a big bump. If not, just go through it, set the pick and go hard through it again. Okay, hey, in third innings, remember, after you set the pick and set the pick here, then come up to set a good back screen. Okay, use the weak side, attack from there. Keep attacking the basket. Hey, on defense, we gotta communicate on the screen. Já, það var samskipti hérna í skrínunum. Staðan 33-29 og stigast hjá Snæfell er Hildur Björg með 15 stig og Lili Haldi hjá Haukum með 12 en hún hefur ekkert skorað hérna í seinni hálfleikann þá. Það var það Haukarnir, nei Snæfell sem umboltan. Íris Hildur hlýtur nú að fara að detti í einn þrist. Hún fyrir alla leið. Nei, þetta er nær frákastinu. Guðrún, frábært frákast hérna. Þvílík baráttu. Þessi boltar eiga að fara nú ofan hjá henni. Hildi. Já, hún er nú vön að setja þetta onni. Frábærlega spilað en... Nei. Já, Haukar eigan. Já. Flott vörn þarna. Hjá henni Lovísu Björg. Gerir þetta vel. Vann boltan og koma Haukarnir. 4 stigum undir hér. 4 mínútur eftir af 3. leikluta. Auður, Margrét Rósa. Sér boltan þarna aðeins og fætum á sér en nær vinnur boltan. Íris. Og þarna. Það, saman í liði, já.
Þetta var flott frákast hjá Snæfell. En eins og það ekkert að detta þarna fyrir utan hjá Haukunum. Bara alls ekki neitt. Það þurfa að byrja að halda áfram eins og byrju leikinn að fara að sækja og ná sér í öðrum stig. Já, í byrjun seinni hálfleik. Já. Rándýr þristur hjá Helgu Hjördísi. Já, hún er komið 9 stig. Frábær þristur hjá henni. Og hún er með 3 þrista. Það er ekkert öðru sig. Auður með langan þrist. Nei. Og Íris vinnur boltann. Og skilur hérna 4 eftir. Það hljóta að skora. Já. Og það er Helga Hjördís. Og setur niður aftur. 5 stig hérna á nokkrum sekúndum. Bara Haukarnir að sækja Lili. Og frábær vörn hjá Helga Batti Hjördísi. vill villuna, alls ekki sáttur. Já, Helga Hjördís búin að eiga hérna svakalega 30 sekúndur. 5 stig. China. Frábær vörn, býtur hún við. Erum við búin að opna fyrir lokið á þessari körfu. Eins og það var allt lokað í fyrra hálfleik. Það var allt opið núna. Frábær leikkafli á Snæfell. 10 stig í röð. Haukarnir. Það eru ekki ennþá farnir að setja 3 stiga skutum á Nei, henni. og það reyna bara að reyna. Ekkert frá henni. 41-29. Þetta var rosalegur leikkafli hér. Og hann er kannski ekki búinn þessi leikkafli á Snæfell. Nei. 2 sekundur eftir á skóklukku. Þetta er þessi Jóni bara. Jú. Það gat nú verið leikli. Haukar taka leikli. En það er ekkert annað í stöðunni. Þvílíkur leikkafli. Skulum hlusta hvað þeir segja í Hauka megin. 44-29. Þvílíkur leikkafli. After offense. Now we are just trying to come back by shooting threes again and again and again and again. We stopped attacking the basket. We are just selling for 3-point shots. Okay? If we get the ball here, Lily, try to attack like you have been doing. Don't settle, just try to push you. Go in. If we get the ball, they're going to the attack. Look for the ball fake and keep attacking them. If you're not making threes, we gotta attack the basket something. Já, þetta var rosalegur kafli hjá Snæfell. 19-0 kafli. Og þar fór fremst í flokki númer 10, Helga Hjördís Björgvinsdóttir. Og svo tók hérna Hildur Sigurðar. Bætti við þristi hérna í lokin. 1 sekúnd eftir af skóklukkunni. Batti fór einmitt yfir það með í leiknum með þeim að hætta þessu 3 stiga skotum og sætta sig við þessi 3 stiga skot og fara að sækja á körfuna. Einmitt það sem Margrét Rósa gerði. Nákvæmlega svona, þessi stig. Fá villuna og þá körfu góða líka. Það er svakalega mikilvægt. Það er líka mikilvægt fyrir Hauka að missa ekki trúna núna. Það eru komna til 87 undir og 2-0 undir í einvíginu. Þetta hjálpar Snæfell rosalega mikið hérna. Pressan aðeins minni. Nú þurfa Haukar að sækja. Snæfell getur stillt upp og vanda sig þeim betur. Við höfum dauða frýr hérna úti. Annar þristur. Nei. Þessi var mikið eftir á skóklukkunni. Þar að hafa 1 sekundu. 44-31, 1,5 eftir af 3. leiklutar. Haukarnar fara að reyna að sækja inn á Lili núna. Nei. Það er að bíða eftir boltanum að hana. Margrét Rósa. Barátt í henni. Hildur á uppinn. Já, þetta var ódýr vella. Margrét Rósa, við sýndum Margrét Rósa ekki verið að koma með boltan almennilega. En það er kannski eitthvað hefur gerst áður. Íris, boltan. Inn á Lovísu. Lovísu er bara blokkuð. Og fær svo villur.
Það er svo segir, það er rosalega mikilvægt að haukarnir fara ekki að hengja haus núna. Það er nóg eftir. Það er nóg eftir þessu. Fljótt að koma. Hildur. Guðrún. Kallar á skrín fyrir pick-and-roll, nei, notar það samt ekki. Nei. Hildur er búin að vera stutt í allt kvöld. Kannski Greta farin að segja til sín. Já, það er skiljanlegt. En frábært þannig að Guðrún Gróu held inn í þessari sókn. Það er alltaf að spila út skotlukkuna í hvert einasta skipti hérna. Frábær vörn þarna hjá Haukum. Og þá er Það upplaup. Lilja Ardi, hvað gerir hún? Frábær Hreyfing. Þvílík hreyfing. Og Villa karfa góð. Villa Hugrúnu. Já, þetta er það nákvæmlega sem að skipting. Það er Hildur Björn sem að kemur út af og Helga Hjördís inn á. Já, þristur, þriggjastaðsókn hjá Haukum. Minka munir í 10 stig. Það koma Snæfell. Fara að leita á skotinu fyrir Hildi. Sækir á hana. Býtur nú við. Frábært frákast þarna. Það er illa. Það er rétt. 3 sekúndur eftir. Eva Margrét. Já, 3 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Og þessi leikluti hefur farið 21-9 eins og staðar núna. Og Hildur kemur út af og Berglindin á. Gefur henni auka kvíld. Kemur sjálfsagt inn aftur í 4. leikluta. og 22-9. Þetta er svakalegur leikluti hérna fyrir Snæfell. Gæti verið lykillinn að sigri í kvöld. Lili Brunar. Frábær vörn hjá Guðrúnu, frábær vörn. 46-34. Snæfell í vil. Og þeir vilja fá villu hérna á Hardy. Nei, þessi á Guðrún Gróu. Baldur er ekki ánægður með þetta. En ef við skoðum hérna leiki þessara liða þá hafa Haukar ekki farið oft með sigur á Hólmi. Nei. Þeir hafa held ég unnið bara 1 leik. Ef við skoðum deildina þá unnur Snæfell alla leikina. Já. Og svo núna er búin að vinna 2 í úrslitin. Þeir unnur sig þannig eina leik í bikarúrslitum. Það er alltaf mjög góð leikur til að vinna. Algjörlega. Mjög góð leikur. Þannig að tölfræðin er ekki með Haukunum í þessu einvígi. Það er alveg klárt. Maður sér líka að Ingi Þór er alveg búinn að stúdera leik Haukana virkilega vel. Já. Sem skilar sér bara inn í leikstelpuna á gólfinu. Silja Brán, hún er alltaf hefur ekkert kannski verið mikið, ekki verið að skora mikið. Hún er með 4 stig, 5 fráköst og 1 stóðsendingu. En hún breykar klárlega bekkinn hjá Snæfell. Já. Skil líður betur að hafa hana með en ekki. Já. Kannski getur hann líka að nota hvílt Hildi það aðeins. Hún er búin að spila allan mínútur í síðust 3 leikjum. Já. Það er spurning nema þess að 3 sekúndur aðan. Já, það er fyrsta kvildi sem hún er búin að fá. Já. Þannig að það verður 39-57. Já. Þetta er hann að hinga til ef hún klárar reist. Hún er ekki búin að setja 2 skot, hún Hildur. Nei, hún er búin að vera... Það er ólíkt henni. Já, bara að vera köld þarna að keyra upp á körfunni. Það er ekki náða að setja boltan á henni. 1 trist þarna þegar 1 sekundur eftir á skotklukkunni. Já. Svo eitthvað vítaskot eða ekki. Jú. Já, dómarinn er eitthvað að ráða sínum hér við. Yfirvaldið hérna á
Riddaramónum. Klárir fyrir fjórða og síðasta leikluta þessu leiks. Snæfell getur orðið Íslandsmeistari ef þær vinna. Og þá verður mikil sigurhátíð hér í Hólminum. Því miður Einar með öllu búið að loka. Hann hefði klárlega verið með tilboð. En þarna var slöggsending með Snæfell og Haukarnir fá boltann. Margrét Rósa, hún þarf að þeirra keyra í gang. Þetta nákvæmlega sem það að gera. Enn og aftur vill Ingi Þór skref. Já. Hildur. Helga Hjördís. Frábær, Helga Hjördís búin að eiga frábæra leikinn í kvöld. Heldur betur að standa sig. Hún er að stíga hérna gríðarlega, skora gríðarlega góða körfur. Setti villa, já. Og það Berglind Gunnars. Þá skipting hjá Snæfell. Íris Hildur fær hvíld eða? Nei. Berglind og Eva Margrét. Já. Það sé bannað að taka Hildu út af. Það hljóta að vera samningi hjá henni. Bara 3 sekúndur eða eitthvað. Innan við 10 sekúndur, þá er það einn. Það sér ekki honi. Nei, það sást strax. Haukarnir ekki nema með 50% vítanýtingu. Og það sé honi. 38, 48. Ja, 37 kannski. 37, 48. 11 stig. Hildur tilbúin að fá hann og sækja. Já. Fyrstast. Fín vörn hjá Lili. Já. Margrét Rósa og Dagbjörg þar út af. Inn að koma Auður og Gunnhildur. Já, nú bara ekkert í búið hana Gunnhildur að halda sér á mótunni. Enga villur. Það var þetta bara búið. Já. Núna einmitt. Íris verður þetta. Já. Hvað gerir? Fyrsti þristurinn. Já. Frábært skot hjá Írisi. Það verða að fara að byrja alltaf að sína að þær vilji fara að vinna þann leik ef þær ætla að eiga einhvern möguleika í lokin. Já. Það alveg klárt. Skref. Já, þetta rétt. Kinsner. Leikli. Ingi Björn Leikli. Við ætlum að fá að heyra hvað hann segir. 8 stiga munur. Það 6-2 hérna í 4. leikluta. Skulum sjá hvað Ingi segir. We gotta go to the shooters. Even though they have been making a shot, we gotta go to the shooters. In the offense. We're just running it like we're protect or something. No. Because we're not protect, we're going to get it. We got 8.5 minutes to go here, and I need to see the Snæfell team that is fighting for every position. In the defense, get the transition to go. If we set the half-court offense, let's get good screens, and let's come strong on the screens. We're coming soft, so they can always recover on everything we're doing. Come off strong, be in a triple threat to attack them. Go to the basket strong. Hit the ball out of it. Hey, all loose balls. All loose balls is out. Já, þarna heyrðum við Inga tala að við ætlum að gera að venda fórustuna og berjast þessu lausu bolta. Já, við erum að fara að sækja þetta. Nákvæmlega, það var ekki gott að venda þessa fórustu. Þetta fljótt að fara. Sér bara að Snæfell tók 19-0 á þann. Það ekkert sem við vildum viðstöðu að Hauka gera það líka. Já. Auður. Gunnhildur. Langa Íris. Hún heit eða hvað? Nei, það fer af. Þetta var sjálfsagt að reyna þetta. Það var að Snæfell, Sinja. Fín vörn hjá Írisi. Frábær vörn hjá þeim, saman hana. Hardi með þeim. Hún fer alla leið, auðvöldkarfa. Já. Svona mingurinn niður í 6 stig. Já, þetta verða leikur aftur hérna. Maður hélt að þetta væri bara búið.
Það er aldrei búið í körfubolta, þetta er fljótt að breytast. Snæfell gerir sig klára í skiptingu, Alda Leif Jónsdóttir að gera sig klára í. Kemur þristur, af, en Heyri, Hildur. Þessi er ofan í, loksins fer boltinn ofan í hann. Og skoti inn í teig. Halda áfram að sækja, Haukarnir halda áfram að sækja á Lili. Íris. Þetta er góð vörn. Góð vörn hjá Grúnu góðu. Íris. Þessi er af. Já, aldrei að... Það er hann að bjarga honum. Þetta er fíling baráttu. Já, ekki Kara. Tíminn búinn. Skipting. Og Sinja kemur út af. Og Alda Leif Jónsdóttir. Það brála hérna. Baldur ekki sáttur við starfsmenn hérna. Á ritaraborðinu. Já. Býtur nú við. Þetta er rosalega skemmtilegt skot, svífur mjög hátt. En þessi náði ekki að komast honni. Ápan vörn hérna hjá Guðrúnu. Það gerir... Já, þar vinna boltan. Hildur Björg vinnur boltan hérna. Hún fer bara alla leið sjálf. Hún lítur að skora þessu. Já, þetta er... Þetta er allt auðvelt. Já, það er reynslan að stíga upp hérna. Það síðasta leikninguna. 52-42, 6 mínútur eftir af þessum leik. Snæfell gera tilkall til að vera Íslandsmeistarar eða vinna leik. En þetta er Auður. Hún gerir þetta vel. Auður Íris. Heldur Haukum hérna inn í þessu. Það er Guðrún. Hildur. Sigurðardóttir og Hildur Björg. Guðrún. Þessi bolti er ofan í. Það er svona boltar sem skipta máli. Svona körfur. Stoppar allar hringinn og fer svo ofan í. Grábúnar er frábær í seinvígi. Já, alveg. Guðmundur. Skref. Það er ekki nóg mikið hreyfanleiki í Haukamönnum hann. Nei, þær eru hálf staðar og kannski bara hrættar við að taka skarið og taka þessi skor sem opnast. Já. Þetta er ramminn að reypi að draga hérna 54-44. Snæfell á heimavelli. Þetta verður erfitt. Það verður gaman að sjá einhvern Haukarna koma aðeins tilbaka hérna, gera þetta hérna spennið í lokin. Haukarnir komnir í svæðisvörn. Já. Það var það Hildur. Já, Helga býtur nú við. Þristur, nei, af Auður, nær boltanum. Ansi mikið af frákostum hérna í þessum leik. Ekki dæmt. Snæfell kemur keirinn upp. Gunnhildur fekk ekki dæmt og hvað? Nei. Jú. Þessi er ofan í. Hildur að draga vagnin hérna. Síðustu körfurnar hefur hún verið að setja þær. Já, eins og þú segir, hún er ekki búin að hitta vel framan að en svo tekur leikinn yfir núna undir lokin. Undirtíki skín hérna. Frábært. Hittum við. Þetta átti Lili Arndi að gera betur. Já, þú veit það. Ekki 9-24. Eða hvað? Jú. Ólegt skrín. Farið sér til í skríninu. Var það Jóhanna? Jóhanna, já. 4 mínútur, 4,5 mínútur eftir. 12 stiga munur. Snæfelli við. Þetta er vel spilað hérna, já. Þetta er við þristur. Guðrún Gróa. Og hann er ofan í. Hvílíkur leikmaður.
Ingi dansarinn á línunni. Það er allt onni hjá Snæfell þessa stundin. Það er bullandi trú á því sem er að gera meðan Haukarnir er að taka örvendingu fyrir skot. Já, Guðrún Gróa. Þeir tók 2 þryggjastæði síðustu leik. Önnur ofan í aftur. Hún búin að taka 2 þryggja. Og þessi var ótrúlegu bolti. Skoppaði hringnum í spjaldið og ofan í. Hildur að fá svona, hvað, 4. villu? Já, leikhlép sem að Haukar taka og við ætlum að hlusta á hvað það er að segja 4 mínútur eftir. Það er verið að gera eitthvað róttækt hérna til þess að snúa leikur sér í vinn. Við sjá hvað Baldur hefur að segja. We're gonna win this as a team! Come on! That's a win! One minute, hey, stay with this kind of defense. You gotta be aggressive, you gotta move. If they're going down and both of them and she's coming up on the middle, you gotta come up again. Okay? Hey, even though we are playing this kind of team, we gotta run back, we gotta pick up the ball. We gotta pick up the point guard. Don't allow them to take the ball and drive up to the lane. Let me foul her. Hey, come on! We gotta pick it up. Hey, we got 4 minutes, ladies. We got 4 minutes. Plenty of time. Okay, plenty of time. We need to stop. Já, það er nógu tími. Töluðarum. En er þetta nógu tími? Já, þetta er fljótt að breytast og ef að Haukarnir fara að loka miðjunni í vörninni og keyra og setja sér skot onni þá er allt hægt. En það þarf að fara að hefjast fljótlega, það get ekki beðið of lengi. Nei, nákvæmlega. Það var það Haukarnir. Inn á Lili, sækja Lili, doppeltími kemur strax. Hildur við, Þristur, þessi var það fróni. Nei. Hildur, keyrir upp hérna. Frábær snúningur. Þrír, já. Nei. Hún er ekki með í liði. Það er hlaup. Gunnhildur. Nei. Já. Það er nú fyrir stig. Já, það er nú fyrir öllu, þessi er ekki fróni líka. Já, Hildur gæti ekki hlaupa eftir hún er með 4 villur. Snæfell Já. myndi ekki fá 5. villuna hana. Nei, nákvæmlega. Guðrún Gróa búin að halda þetta í þessum 2 villum hérna, bara 2 villur upp að leiks og ekki meira, sögurum er. Þetta er allt auðvelt. Ef Haukarnir ætla að vinna leikinn verður að spila betri vörn. Þetta er galopið. 3 mínútur eftir. Það er fannir að finna lyktina af bikarnum hérna. Ingi farna í varnarstellingar hérna og tilbúin að dansa vill skref. Já, það er vel gert. Villa. Karagóð. Og Auður gerir vel hérna, skorar 2 stig og fær villu auki á Helgu. Þetta er þryggjasta sókn, hérna. Já, nei. 61, 48, Snæfell vill, 3 mínútur sléttar eftir. Þá er það Snæfell. Helga. Já, Hildi, hvað gerir Hildur? Lítið eftir á skotklukku. Það er skotið, frákast. Helga. Frábærlega gert hjá Auði, hún fyrir alla leið. Þetta var auðvöldubolti, nei. Þetta var auðvöld layup. Hún þarna hefði nátt bara að treysta á vinstri hendina á sér og fara í vinstri henda layup staðinn fyrir að krossa yfir völlin og fara á hægri. Já. Þetta er ekki að detta með Haugum hér í dag. Það er í kvöld, það er alveg ljóst. 2,5 eftir, 2,20 eftir. Staðan 61-48. Er þessi ekki bara ofan í? Nei, þessi stuttur. Hauka fá boltan. Það þurfa núna að, nú verður það eiginlega að fara að fá bara einhverja þrista. Það er þess að kveiki liðinu hjá sér. Já, þurfa Snæfell aðeins að stíga aðeins út í þær. Þær eru bara að leyfa þeim að rauninni að
fá þessi skot. Þetta nú við, Já, læsilega gert hjá Gunnhildi. Þær þurfa að fá stopp, þær megi ekki skora að fá, láta þessi stig telja. Já, 11 stig. Já, missa boltan. Líli nær honum. Já, hún ætti að skora þessu. Gerir það. 9 stig. Þessi fljótt að gerast, já. Í körfuboltaleik, 1,5 eftir. Tryggja sko, það fer ekki ofan í. En Guðrún Gróa nær frákastinu. Gróa búin að vera þvílíkt Gerir þetta dugleg. glæsilega við alla leið, villu, 2 skot. Jóhanna fær villuna. Hildur það fer að styttast í þrennuna hjá henni. Hún vantar eina stóðsendingu til að ná því. Ég hugsa að það sé örugglega mjög stutt í það. Já. Svo 10 stiga munur, 11 stiga munur aftur. Það gera Haukarnir hérna. Snæfell áhorfendur staðnir á fætur. Gunnhildur fyrir alla leið. Þessi bolti ekki ofan í, þetta bara fer ekki ofan í. Villa, á rétt. Hver fekk villuna? Þetta er Guðrún. Liggur eftir. Já. Það Ingi vill fá sókna villu. Ég veit ekki hvenær. Er Ingi ykkur að vera sammála dómurum? Nei, það gerist nú ekki oft. Nei, hann kann þetta. Já, hann veit alveg hvað hann er að gera. Já, hann er fammaður í þessu. Fór á dómarnámskeið. Ekkert dæmt. Árni fær ekkert dæmt. Ára Íris reynir hérna að stela boltanum af Hildi, en nærði ekki. Hildur. Alda. Hildur aftur. Tapar boltanum, Haukarnir. Keyra upp. Þessi verður að fara ofan í, Þristur. Já, Íris setur ofan í. 63-55, 30 sekúndur. Hvort það sé ekki orðið of seint. Jú, þetta er orðið of seint, það er alveg klart. Snæfell er að vinna sitt fyrsta Íslandsmeistaratitil í kvennakörfubolta. Þú getur staðfesta hérna. Beinni útsendingu á Sport TV. Og þetta áhorfendur séu með fyllilega sammála. Spurning hvort það brjóti ekki strax. Reyna að koma þeim á vítalínuna. Jú. Það líkur Gunnhildur leik, hún komið 5 villur. Dagbjörg kemur inn á í hennar stað. Já. Þetta er búið að vera kaflaskiptileikur. Fyrri hálfleikur var lítið skor. Hildur hérna að klára hérna titil hérna fyrir Snæfell. Leiklið sem að Haukar taka, við skulum hlusta hvað hann segja hérna. 10 stiga munur. Offense, Dagbjörn. Markið, niðurskrín, Íris hinum megin. Niðurskrín, come up to the corner right away. Go for the shot right away. Shot right away, we need 3, okay? We're gonna foul. We're gonna make the shot, we're gonna foul right away. 1-2 seconds. Plug it in, foul right away. Okay, come on. Oh, fast. Jæja, þá var það leiklið búið. 10 stiga munur, 28 sekúndur eftir. Þetta er, ég að segja, ef Haukarnir væri búin að vera
sjónandi heitir í kvöld, þá kannski myndi ég segja líklegt, en ég ætla Það eru að taka skoti strax. og vill að Helga Hjördís búin að eiga frábæran leik hérna í dag. Búin að skora 13 stig. Setur hún í. Já, þessi fyrir honi. 65, 57. Villa, já. Aftur hérna Hildur. Hún að tína inn stigin hérna á lokakaflanum. Já. Þetta kannski ekkert sá leikmaður sem Haukar vilja endilega vera að brjóta. Hún hefur örugg á vítalínunni en kannski ekki annar að kosta völ. Nei, nákvæmlega. Ingi fann að brosa út í annað hérna. og 22 sekundur eftir. Það fer Íslandsbikar fer á loft hér í kvöld. Snæfell, fyrsta skipti Íslandsmeistari í körfubolta kvenna. Töpuðu fyrir Haukum í bikarúrslitum en eru hér að sópa þeim út í úrslitakeppninni. Númer 3 stöður. Þessi bara kemur allt og seint. Allt og seint. Aftur Hildur með boltan. Hún fær villun aftur. Og hún ætlar bara að koma sér í 20 stigin. 12 sekundur eftir. Það bara verið að kæfja þeir. Umflýjanlega. Þeir eru fannir að syngja á bönnunum. Íslandsmeistarar. Hildur. Já, hún alveg innsiglið hérna. 19 stig. Hún komið 19 stig. Hún fær ekki þessa stóðsendingu til að fá þrennuna. Nei, mér sýnist ekki. 20 stig, 13 fráköst, 9 stóðsendingar. Þetta vel gert hjá Lía Hardy, hún með 24 stig. Já. Og klikkar hérna, upp. Þannig að meittu sig eitthvað. Leikurinn er búinn. Og Snæfell eru Íslandsmeistarar 2014. Frábær árangur hjá Inga og Steinósinni. Spilandi nánast kannalaus í úrslitakeppninni. Já. Voru þetta frábærlega. Virkilega vel gert hjá þeim. Það er ekki langt, við ætlum að taka viðtöl og horfið á Ingi hérna. Hoppar í fangi á formanni Snæfell. Já. Og hann ætlar að taka dansinn hjá Inga. Hann stýst þarna, tekur breykið, Orminn, yngur leikmaður. Þetta var ótrúlega vel gert hjá honum. En hún kannski farið yfir úrslitin, stigaskorið þetta með hann. Já. Lilja Hardy endaði með 27 stig og 16 fráköst í liði Hauka og Margrét Rósa bætti við 9. Í liði Snæfells var Hildur með 20 stig, Hildur Kjartans með 17 og Guðrún Gróa með 11 stig. Hildur sér þetta því mjög nálægt þrennunni. Vantaði bara eina stöðsendingu upp á. Guðrún, til hamingju með þennan frábæra titil og þinn bara leik í þessu móti. Þú varst frábær í þessu móti. Takk fyrir. Já, þetta er gaman, þetta er yndislegt. Ég trúi alltaf að við höfum náð þessu. Ég er bara... Er þetta betra heldur en að standa á velunarpalli í kraftlýtingamótinu? Já, ég held þetta er alltaf já, þetta er miklu betra. Þið hljótið að vera stoltar af þessu árangri líka þið eruð kannalausir hérna
í ansi mörgu leikjum og það eru ansi margir leikmenn sem stígu upp. Þetta er bara ótrúlegt. Það eru einstaklingar í þessu liði, svo Berglind og Alda sem unnið sér bara ótrúlegu meðslum til að ná inn, koma inn á hárréttum tíma, alveg grjótharðar og stigu upp þegar eins og leikmenn eins og China og Hugrún detta út og þetta er bara ótrúlegt. Þetta er bara liðsheildin, ég hef aldrei vitað annað þess. Þessi kafli hérna 19-0, Helga með 2 þrista og frábær í vörninni. Hún kom mjög sterk inn í þessu leikleika. Alveg ótrúlega, það skiluðu allir því sem það þurfti til að landa þessu sigri. Til hamingju með þetta. Það reyna að ná í hann Inga þetta. Til hamingju með þetta. Takk fyrir það. Þetta hlýtur að vera bara einn af þeim sætustuðu sem að bara á ferlinni á þér. Fyrsti titillinn sem að kvennaliðið vinnur hérna á Hólminum. Þú hlýtur að vera sammála því. Já, eftir að úrslitakeppnin byrjaði á 69 þá voru einhverjar mammina Hildar, Sig og fleiri og spurði hvernig golfboltinn hafi verið þá. Þannig að fræðið minn þarf aðeins að rifja það upp en ég er svo stoltur af þessu stelpum minna. Við erum raunir án Kana, svo setur 1 spjald ofan í þristina sem var stór fyrir okkur. En við erum áninnar í Game 5 á móti Val og nánast allar þessu úrslitakeppni í það og að vinna þetta hérna móti besta Kana í landan í sko bara ever held ég. Ég er ógeðslega stoltur. Liðið er geðveikt. Og við sýndum það bara, við ákveðum að töfum byggastarönnum og við erum búin að sýna að við erum betra lið allir vetur. Við ætlum okkur að vera að sýna það að við erum betra lið. Þessi liðsheild, hún skila sér. Helga Björt hérna í 19-0 kaflanum var alveg frábær. Tekur hana 2 þrista, við erum svo frábær, við spila frábærlega í vörninni hérna strax á eftir. Þetta er ótrúlega kaflið sem þið náðu hana. Já, ég meina bæði lið voru að skjóta skelfilega í fyrra hálfleik og mjög lágt stigaskor og við vissum það að leið að kæmi ykkur svona smá momentum þá tæki það lið leikinn í hendnar og við vorum bara ákveðin af það, við vorum ekki sátt að við hvað það má spila í fyrrháleikina. Þetta er fyrst ekki sem stelpunnar upplifa stemningu og geðveik stemning hérna og stuðningur sem stuðningsmannsveitin Hermundur er búinn að vera með hérna. Meistarlokkurinn pluss, það er bara að bætast á það. Þetta er bara 7. maður okkar. Stuðningurinn frá áhaldum allan vetur, það er búinn að vera fullt af fólki allan vetur. Stelpunnar er bara búinn að fá kredit fyrir það sem við erum búin að leggja í þetta. Þetta er frábær áleikur. En ef við talaðum um fyrra áleikinn, það var ekkert að detta. Hildur var ekki að hitta neitt í rauninni. Það var bara víti og sko 1 þristu þegar 1 sekúnda eftir að skotklukku. Og það eru Dominus ávísun og það eru Hannes Jónsson, formaður KKÍ og Stefán Þór Þórðarsson, mótstjóri sem eru að veluna liðið og það er Dominus sem er að styrta aðli. Dominus ávísun upp á 500.000 krónur. Takk kærlega Dominus. Þá er komið að því að Snæfellsstúlkurnar ganga á pallinn og þeir Hannes Jónsson, formaður KKÍ og Stefán Þór Þórðarsson, mótastjóri, afhenda gullpeninga. Já, við erum við afhenda gullpeninga. Það er það MVP. Mikilvægasti leikmaður. Við gerum það hætti. Jæja góð fólk, já meðan við erum að horfa á gullpeninga Farmháls stúlknara þá ætla ég að gefa Lárusi Hannesinni bæjarstjóra og
Stykkishólms. Gjörið svo vel. Kæru Snæfellingar, til hamingju með daginn. Körfuboltasaga Stykkishólms liggur langt aftur. Sum hér inni munar söguna aftur til Sigurðar Helgasonar. Svo erum við önnur sem munum þetta inn í braggann á Reitarvegi. Í dag var skrifaður stór kafli í sögu körfuboltans í Stykkishólmi. Til hamingju með það! Kæru leikmenn, við erum rosalega stolt af ykkur og það alltaf óbúslega gaman að sjá Inga breyta. Við viljum nota þetta tækifæri og þakka þeim fjölmörgum sem standa utan með þennan hóp og þessa hópa. Án þeirra væri þetta ekki hægt. Klöppum fyrir þeim! Hér erum við lítið bréf sem er ritað samkvæmt reglum Stykkishólmsbæjar afreksstyrki. Það stendur: Körfuknattleiksdeild meistaraflokks Snæfells kvennalið. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar óskar kvennaliði Snæfells til hamingju með frábæran árangur leiktíðina 2013 til 2014. Við erum ákaflega stolt af ykkar árangri og framgöngu. Það sem einkenndi ykkar leik augljós barátta og samvinna og gleður það augað og andan. Við viljum einnig þakka og óska sérstaklega til hamingju þeim fjölmörgu sem koma með óeigirni og dugnað í að starfi deildarinnar. Með framvísun þessa bréfs Baldur, þetta gekk ekki eftir, þetta er búið í ár, en þið getur náttúrulega kannski verið hort yfir veturinn og bikarmeistaratitilinn kannski eitthvað sem ættir að horfa hýrauga til, en þessi, ef þú lítur að þessu tilbaka í þessari keppni hérna, hvað er svona sem að sker úr þetta? Það er alltaf erfitt að svara svona spurningum strax eftir, en í dag náttúrulega vorum við ágætis, við förum bara yfir leikinn í dag, þá var þetta ágætis jafnvægi hjá okkur í hálfleik, frákostum við hættum að frákosta seinni hálfleik, við hittum náttúrulega ekki neitt, við klikkum á 10 vítum, við erum 3:30 í þristum, fórum að skjóta alltaf mikið þristum í seinni hálfleik, þannig að það er þetta píka margt út, en þær voru bara sterkana við, unnum 3-0 og bara sterkana við í þessu seríu og bara kreditið þeirra og bara innir alltaf hamingju Snæfell með fyrsta Íslandsmeistaratitil kvenna. Það er þessi kannski annar leikur sem að svona sker úr þetta í rauninni, það kemur þeim að fá meira sjálfstöðst og það kannski þið farið svolítið niður á svolítið skellur fyrir ykkur, sá leikur. Já, mjög mikið skellur og og veistu, við höfum tapað 3-0 hérna í kvöld, þá var þetta mikið skellur fyrir alla að tapa þessu heima á miðvikudaginn en við grátum það ekki núna, þetta er bara búið og við erum stolt af veturunum, þó finnst ég erfitt að tala það í dag kannski, en bara, þetta er bara búið. Einhverja mikla breytingar á þínu liði næsta vetur? Ég veit það ekki, ég er að klára samningi minn núna og einhverju leikmenn sem eru samningslausir, þannig ég veit ekki hvernig veturinn verður hjá Haugum á næsta ári. Ég ætla bara að klára þessa seríu og klára minn samning og svo bara kemur ljós hvernig lið Hauka verður á næsta ári og hver verður að þjálfa. Herru, þakka að kella fyrir. Já, Hildur, MVP
Mikilvægasti leikmaður úrslitakeppninnar. Vel að þessu titli kominn. Hún fór hægt hann hérna í þessum leik. En steig upp hérna í lokin og kláraði hann leik. Þá bara ekkert annað en að Hannes veiti bikarinn. Og það Hildur sem tekur við honum. Já, við ætlum að leyfa myndunum að njóta sín hérna. Ég þakka Sigrúnu Sjöfn kærlega fyrir aðstoðina og ykkur áhorfendur fyrir áhorfið. En njótið myndana á meðan fari gerst. Takk fyrir og verið sæl. Það komið að laginu sem Ingi Þór Stefánsson bað mig að syngja hér í dag. Og nú komið tími til. Ef við kunnið texta þetta, þá megum við alveg hjálpa mér út hús. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, no committed no crime. And bad mistakes, I made a few. I had my chance and kept my faith. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. We are the champions of the world. Can I just have that? I've taken my vows and my current calls. You brought me fame and fortune and everything I'm going through. I think you are, but it's been a bed of roses, no pleasure free. I consider a chance before you rain.
Frábærir stuðningsmenn Snæfells nær og fjær. Til hamingju með sigurinn. Sigurinn okkar allra. Við skulum njóta stundarinnar. Það verður opið hús á Hótel Stykkishólmi á eftir. Við bjóðum ykkur öllum upp á Hótel Stykkishólm til þess að hitta Íslandsmeistarana okkar í kringum. Stuðningsmenn, leikmenn, takk fyrir frábært keppnistímabil. Við lengi lifi! Áfram Snæfell! Áfram! Takk fyrir! Lítið